gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Þá höldum við áfram spjalli okkar nánast daglegu, segi ég nú orðið listir og menningu. Í gær þá var Gunnar Smári að ræða við tvær glæsilegar tónlistarkonur, önnur búsett í Bandaríkjunum og hinn í London, strengjamúsík aðalega. Við vorum einnig í gær með viðtal myndlist og dag ætlum við að halda áfram umfjöllun sem tengist tónlist. Hún Freyja Gunnlaugsdóttir, skólameistari í menntaskóla í tónlist, kynnti sínum nemendum með bréfi í byrjun þessa árs að fyrir jólin hefði verið skrifað undir kaupsamning fyrir nýtt húsnæði fyrir skólan í Skipholti 50D, sem þýðir að skólinn mun því flytja alla starfsemi sína í Skipholtið næsta haust, sem eru mikil tímamót, og Freyja enga komin til að ræða þetta skref og kannski framtíðina. Vertu velkomin. Þakka þér fyrir. Má ég aðeins ræða fyrst á persónulegu nótum svona hver þú ert, áður við förum í þessa umræðu. Þú ert hljóðfæraleikari sjálf. Já, ég starfaði lengi sem klarinettuleikari. Ég bjó lengi í Berlín og lærði þar í tónlistarháskólanum í Berlín, Hans Eisler tónlistarháskólanum. Og eftir námið þá bjó ég lengi í Berlín og starfaði sem klarinettuleikari. Spilaði við symfóníuhljómsveitar þar, við óperuna og ég var þar í 12 ár. Í 12 ár, já. Svo flutti ég heim árið 2011. Það er svo áhugavert hvernig lífið er stundum svo kaflaskipt. Þetta er raun og verið eins og 2 líf. Svo kem ég nú heim og það er nú kannski ekki mjög mikið að gera fyrir klarinetleikara. Það fáar stöður, bara ein sinfóníuhljómsveita á Íslandi. Þannig að ég þurfti nú að finna mér eitthvað að gera. Og ég sest á skólabekk aftur og tók nú meistaraprófi í viðskiptafræði, í stjórnun og líka í kennslufræði. Já, og farið í praktíkina. Já, fór svolítið í praktíkina. Maður þarf svona að setjast niður og sjá hvað maður getur gert. En á sama tíma er ég að kenna við tónlistarskólann í Reykjavík á þeim tíma. Og var með frábæran klarinettubekk þar, svolítið flottir krakkar. En svo fer ég líka inn í stjórnunina og svona í aðdragandinum af því þegar það stóð til að stofna menntaskóla í tónlist, þá fer ég raun og vera á fullt í það verkefni og að skrifa námskrána og undirbúa stofnunina og annað. Þannig að skólinn hefur verið mér hjartleikinn mjög lengi og ég vann mikið að því að stofna skólann og koma á laggirnar. Hvað er skólinn gamall? Skólinn er 10 ára núna bara á þessu ári eða á næsta ári. En þetta var auðvitað sameining, það var tónlistskólinn í Reykjavík, gamli sem stóð að stofnun skólans og tónlistskóli FIH sem tóku höndum saman og stofnuðu menntaskóla í tónlist sem fékk svo framhaldsskóla viðurkenningu. Og þetta var í raun og veru stórt skref bara fyrir tónlistamenntun í landinu. Þarna var tónlistamenntun hluti af bara almenna menntakerfinu, af framhaldsskólakerfinu og það hafði raun og veru aldrei verið og hafa aldrei verið námsbrautir þar sem að tónlistin leikur svona stórt hlutverk. Þannig að þetta skiptir miklu máli, sérstaklega fyrir þessa krakka sem að vilja í sínu framhaldsskóla námi fara alveg á kaf í tónlistina. Já. Er ekki rétt muna hjá mér að ef maður bakkar einhverja áratugi aftur þá fóru tónlistarnemendur sem að svona höfðu meira á jazzi, þeir fóru í FIH og en menntaskólinn tónlistarskólinn í Reykjavík var svona klassískt nám. Já, einmitt. Og það skiptir líka bara miklu máli að búa til stofnun þar sem við höfum í raun og veru allt litróf tónlistarinnar undir, þar sem við erum með klassísku nemynduna, rytmísku nemynduna, núna erum við líka með popbrautir, þannig að skólinn í raun og veru spannar allt litrófið og líka bara fyrir nemynduna að þau kynnist sama, á hvaða í hvaða tónlistarstefnu þau eru og hvernig tónlist þau stunda, þau bara kynnist
og þá myndast auðvitað bara mjög sterkt faglegt tengslanett að þau eignast vini fyrir lífstíð sama úr hvaða grein tónlistar þau koma. Einmitt. Kannski einhver að hlusta eða horfa á okkur núna sem spyr í huga sér hvað rytmísk braut? Geturðu aðeins kannski? Já, sko í menntaskóla í tónlist þá geturðu sérhæft þig í ólíkum greinum tónlistar og við erum með sem sé rytmíska brautin og líka rytmíska brautina og líka popbrautina, þannig að þau geta sérhæft sig í jazztónlist, þau geta sérhæft sig í poptónlist, þau geta sérhæft sig í raftónlist eða og jafnvel sko í hljóðupptökum, hljóðtækni eða tónsmíðum. Þannig að við höfum raun og veru unnið markvisst að því að opna ólíkar leiðir fyrir nemendur, að þau geti sérhæft sig í sínu áhugasviði og við séum að mennta fólk á breiðum grundvelli inn í tónlistarlífið til þess að vinna ólík störf í tónlistargeiranum. Að það sé raun og veru ekki bara eitthvað eitt sem þau stefna á, þú veist bara að spila í symfóníuhljómsveitinni. Það eru 3 stöður flötuleikara að þau geti sem sé starfað í tónlistarlífinu bara við fjölbreytt störf. Á víðum grunni. Já. Sko heitir menntaskóli í tónlist en samt eru mörg dæmi að krakkar í grunnskóla hefji nám þarna, ekki satt? Það lítill hópur af mjög efnilegum nemendum sem að koma inn fyrr og það eru raun og veru yfirleitt nemendur sem hafa lokið miðpróf í tónlist snemma og eru kannski, þurfa bara að komast í samfélag þar sem að, þau ná að þroskast og vaksa og eru kannski komið fram úr sínum samnemendum í hinum skólanum. Þannig að við höfum haft svona undan þá til þess að taka lítinn hóp af efnilegum nemendum inn í skólan fyrr. En þetta eru auðvitað allt framhaldsskóla einingar og þau fá það metið inn í sitt framhaldsskólanám. Hefur upplýsingar það að veistu hvað yngsti nemandinn hefur verið gamall hjá okkur? Já, það nú svolítið pressa að taka þau inn snemma en ég held að yngsti nemandinn hafi nú komið inn bara í 8. bekk eitthvað svoleiðis. En við getum ekki tekið mörg þannig. Nei, en þetta svona kannski ákveðin áskorun að þú ert með þarna niður í börn og svo upp í 18 ára. Já, það raun og veru eru við líka með töluvert af eldri nemendum. Sko, þegar skólinn var stofnaður þá kom inn í reikningsdeildina töluvert af eldri nemendum og líka inn í söngdeildina. Söngvararnir byrja oft aðeins seinna, sérstaklega strákarnir. Gæti ég kalla á 70-aldri sóttum tíma hjá þér? Nei, því miður. Það ekki öldungadeild. Nei, því miður. Þó að það væri sjálfsagt mjög mikilvægt að hafa þannig deild. Þá hefur þróunni verið svo að við erum langmest með nemendur á menntaskóla aldri og örfáa sem eru aðeins eldri, eins og ég segi söngvararnir rattirnar þroskast stundum aðeins seinna. Hvað vinsælast? Já, við erum með stóran hóp af efnilegum fiðlunemendum og rosalega flottan og sterkan hóp og flottan hóp af pianistum. Núna í fyrra komin stór hópur af flottum blásurum. Þau eru að koma upp úr skólalúðrasveitunum í Reykjavík. Já, úr Vesturbænum kannski. Já, bæði úr Vesturbænum. Mjög öflugt starf. Já, mjög öflugt starf þar og skólahljómsveitarnir í Reykjavík eru bara að sinna mjög mikilvæg og mjög öflugu starfi. Mikilvægt samfélagslegt verkefni líka af því að þar eru skólagjöldin lág og þar eru að sjá krakka bara úr öllum öllum stéttum. Þú veist, það ekki þessi stéttaskipting sem við sjáum stundum í tónlistarnáminu. Þú veist, þegar nemendur hafa haft tækifæri til þess að læra frá unga aldri. En þannig að skólalúðrasveitarnir Reykjavík og Kópavogi Mosfellsbæ að sinna mjög mikilvægu uppeldis- og menningarstarfi. Já. Klassíkin ennþá vinsælust eða var hún einhvern tíma vinsælust eða í hvað leitar ungt fólk mest núna? Já, það er bara mikil ásókn í skólan. Við höfum nú bara 200 pláss þannig að við þurfum alltaf að hafna fjölda nemenda á hverju hausti. Það inntökupróf? Já, það eru inntökupróf í skólan og þó við myndum gjarnan vilja taka svolítið fleiri nemendur. Þá eru inntökupróf og við erum með 200 pláss og það bara í allar deildir en við sjáum þetta eins og popbrautina það er mikil aðsókn á popdeildina og þá söngurinn náttúrulega vinsælastur.
og svo þegar koma svona súperstjörnur eins og Laufey og Víkingur Heiðar og verða ekki oft nokkrum árum síðar einhver svona smittunar áhrif? Já, Laufey, hún er nú kannski frægasti útskriftarnemandinn úr MIT. Hún var nú bara í fyrsta útskriftarhópnum. En hún var einmitt svona nemandi sem að nýtti sér alla breiddina í skólanum. Hún hefur náttúrulega mjög bara góðan grunn í klassískum sellóleik og svo fór hún líka í reikningsdeildina og lærði jazzsöng hjá henni Guðlaugu Ólafs og bara gaman að sjá hvernig hún hefur blómstrað og bara hvað hennar ferill er glæsilegur. Og ég má minna á að svo greip hún aðeins í píanó og vann meira að segja til verðlauna í EBTA. Já, óbúslega hæfileikarík og það er gaman að segja frá því að hún kom heim núna bara í vor og hún hélt tónleika sem sé sérstaklega fyrir nemendur MIT. Hún bauð öllum nemendunum í MIT bara á enga tónleika í Iðnó og svo er þessi sjónvarpað, ég held að það verið á Amazon Prime eða eitthvað svo leis, einu af þessum stóru veitum út í heimi en það okkur þótti óbúslega vænt það að hún kom heim aftur í gamla skólan sinn og hélt bara enga tónleika fyrir nemendurna. Það var óbúslega skemmtileg og hátíðleg stund. Henni þykir augljóslega vænt gamla skólan. Já. Og ykkur þykir vænt hana. Að sjálfsögðu. Við elskum öll Laufey. Já. En þá aftur að þessu svona tilefni þess að ég baði að koma til mín í spjall að ég fregnaði þetta sem sagt að þið væruð að fara á einn stað. Hvernig hefur skipulagi kennslunar verið háttað? Hafið verið á mörgum stöðum í bænum? Já, húsnæðismál skólans hafa verið svolítið snúin. Skólinn er stofnaður fyrir 10 árum og og er sem sé áfram í Skipholtinu þar sem gamli tónlistarskólinn í Reykjavík var og líka í Rauðagerinu þar sem að tónlistarskóli FIH er, þannig að þau sækja tónlistartíma á 2 stöðum. Nú svo þurftu líka að sækja tíma í almennum bóknámsgreinum við menntaskólinni í Hamrahlíð, en við erum í nánu samstarfi við þau. Þannig að krakkarnir þau hafa þurft að sækja tíma í 3 hverfum borgarinnar sem er náttúrulega mjög óþægilegt og bara stundatöflugerðin er algjör martröð og þau þurfa auðvitað bara mjög óþægilegar stundatöflunar þeirra og þannig að við höfum unnið að því að reyna að koma skólanum á eitt stað og það er auðvitað markmiðið að skólinn komist undir eitt þak. Og líka bara til að geta byggt upp þennan svona skólamenningu, skólabrag og bara þau séu öll á sama stað í báðum deildum. En núna loksins erum við að taka þetta skref að skólinn er að flytja þessi úr Rauðagerinu í Skipholtið og þá verður skólinn í raun og veru verið með 2 byggingar svona á móti hverri annari. Og þannig að við verðum á sama reitnum og þannig að þetta eftir að skipta miklu máli fyrir skólan og við erum spennt að vinna með þetta. En þetta er í raun og veru tónlistamenn sjálfur sem eru að koma þaki yfir skólan. Frekar en ríkið? Já, þetta er skólinn fjármagnaður af ríkinu en þau kannski ekki vilja taka fulla ábyrgð á húsnæðismálum skólans og við höfum unnið að því í 10 ár og að kynna margar hagkvæmar góðar hugmyndir húsnæðismálin en við höfum ekki komist mikið áfram með það. Þannig að tónlistamenn ákváðu að taka húsnæðismálin í sínar hendur og það er tónlistafélagið í Reykjavík sem að hefur í raun og veru svona frumkvæðið að því að koma skólanum öllum á eitt stað í Skipholtinu. Þau eru að kaupa hæðina fyrir skólan. Tónlistarfélag Reykjavíkur? Já. Og er það upprunalegur bakkjarl tónlistarskólans í Reykjavík? Já, tónlistarfélagið Reykjavík er í raun og veru gamalt rótgróið félag sem hefur það markmiðið að styðja við menningarlífið og hafði það markmiðið að styðja við tónlistarskólann í Reykjavík og núna menntaskóla í tónlist. Þannig að þau eru þau eru að vinna af þessu. Þannig að án, hvað maður að segja, velviljaðra einstaklinga og svona félaga með hugsjónir, þá væri þetta skref ekki stigið núna? Nei, við erum svolítið, þetta er svona svolítið eins og það var á gamla tímanum þegar að
tónlistarfélagið var stofnað og Ragnar í Smára hafði frumkvæði að því að stofna tónlistskólinn í Reykjavík. Já, það var Ragnar í Smára. Já, og þetta er allt svo samtengt. Þetta er samtengt Ríkisútvarpinu sem var stofnað sama ár og tónlistskólinn stofnaður til þess að mennta tónlistarfólk til að spila í útvarpinu og til þess að það væri hægt að stofna Sinfóníuhljómsveit Íslands sem er svo stofnuð þarna 20 árum seinna árið 1950 en þetta er allt mjög samtengt. Margir þræðir sem liggja til Ragnars í Smára. Já, og bara til þessa tíma þegar að íslenskt tónlistarlíf er að byggjast upp þegar er verið að búa til íslenskt menningarlíf. Halldór Laxness hefði nú sennilega ekki náð að skrifa allar bækurnar án stuðnings Ragnars í Smára. Nei. Þetta kemur við að veit. Já, og það er bara gaman að sjá að í dag er líka gott öflugt fólk í tónlistarfélaginu sem að vill styðja við menningarlífið. Já. En af því þú nefndir stundatöflunar hafa þá nemendur jafnvel þurft að vera í kvöldtímum eða eitthvað svoleiðis út af? Já, að einhverju leyti en við höfum auðvitað gert okkar besta til að gera stundatöflunar þolanlegar en þetta bara, þessi landfræðilega hindrun að skólinn væri í 2 hverfum, raun og veru 3 hverfum með menntaskólanum í Hamrahlíð hefur gert það mjög erfitt að vinna með töflunar og skólastarfið. Ertu að vonast til þess að þeir verið öll komin allir nemendur séu konur á sama reitin fyrir áramót eða? Já, við stefnum í raun og veru bara á að flytja allt skólastarfið í Skipholti bara strax í haust. Já, strax í haust. Já, einmitt. Nú getum að bæði sem nemandi þarna skilst mér, þú nefnir samstarfið við MH. Barn sem er hjá þér í menntaskóla í tónlist, það hefur valum, en það er ekki satt hjá mér, það er ekki rétt hjá mér, hvort að útskrifast sem með stúdentskráðu frá MH eða ykkur? Já, sko við erum með stúdentsbrautirnar okkar, 3 stúdentsbrautir, þar sem þú útskrifast með stúdentspróf frá menntaskóla í tónlist og þessar brautir, þar er tónlistin í raun og veru leikur hún gríðarlega stórt hlutverk í þínu framhaldsskólanámi. Og það bil helmingur nemenduna er á stúdentsbraut í MIT en hinn helmingur sem sé stundanám við aðra skóla en kemur bara í tónlistanámið í MIT. Og allir skólarnir eru að meta áfangana inn í sitt nám. Þannig að barn getur verið hjá þér og í hvaða framhaldsskóla sem er líka. Já. Sko, þetta er nú alltaf stór ákvörðun fyrir ungt fólk að auka svo fimi sína að setja allan þann tíma sem þarf í að auka fimi sína sem hljóðfæraleikari til þess að það mögulega geti unnið fyrir sér með því. Þú tókst þessa ákvörðun ung, klarinettuleikarinn, lengi að spila í Berlín eins og þú segir, en starfar núna við annað, við stjórnun þessa skóla. Hvað segiru við ungt fólk sem er svona tvístígandi, hvort það er að leggja undir og reyna að gerast listamenn? Já, ég segi það að þú tapar aldrei á að fylgja hjartanu og þú tapar aldrei á að læra tónlist, hvort sem þú verður tónlistarmaður seinna eða ekki. Því að tónlistarnámið, það þjálfar svo marga ólíka þætti og ég segi fólki að fylgja hjartanu og gera það sem það langar til að gera. Og ég menn það eru fjölbreytt störf í tónlistariðnaðinum. Það eru alltaf fleiri og fleiri sem starfa við tónlist. Og núna loksins er farið að halda saman gögnum hversu miklu tónlistarlífið er að skila. Og þá á ég við í beinhörðum peningum. En það er ekki síður mikilvægt að hugsa bara það menningarlega eða sem sé bara þau menningarlegu verðmæti og þau samfélagslegu verðmæti sem að tónlistin skilar inn í samfélagið og þá ég við bara í lífsgæðum, í vellíðan, í það er bara mikið lýðheilsu mál, tónlistarmenntunin, af því að lífið væri nú töluvert leiðilegra ef að tónlistarinnar nyti ekki við. Já, bara lífið væri ekki hægt án tónlistar. Já, en svo að því við erum að tala um tónlistarmenntunina og þessa ákvörðun hvort að fólk á að fara í meira nám. Það er alltaf svo áhugavert að skoða menntakerfin í öðrum löndum. Og til dæmis ef við horfum til Asíu og við skoðum skólana þar
og tónlistarháskólinni þar og menntaskólinir oft í mjög nánum tengslum við atvinnulífið. Og þar eru stórfyrirtækin farin að gera sér grein fyrir því hvað tónlistamenntun hvað hún góð þjálfun undir atvinnulífið. Og stórfyrirtækin sitja oft fólk með tónlistamenntun af því það átta sig á því hvað fólk sem langskóla gengið í tónlist, hvað þetta er fólk sem hefur tamið sér mikinn aga, mikla vinnusemi og skapandi hugsun. Og agi vinnusemi og skapandi hugsun það ekki akkurat eiginleikarnir sem við þurfum inn í óvissa framtíð. Það náða að beisla brautirnar hérna í heilanum alveg bara eins og best getur orðið. Já, þetta svo áhugavert að skoða þetta og það búið að formgera þetta og það séu svona atvinnu stöðvar inn í tónlistarháskólanum sem eru að tengja fólk með tónlistarmenntun inn í atvinnulífið, inn í iðnaðinn, auðvitað inn í tónlistariðnaðinn en líka inn í önnur störf. Og mér finnst áhugavert að sjá þetta. Þetta alveg rétt, þetta rýmar við mína reynslu að ég hef kynnst nokkrum svona, hvað maður segja, bráðgerum tónlistarnemendum og það mjög oft ef maður hittir kannski eitthvað frábæran efnilegan fiðluleikara að viðkomandi segir já, annarkvort ætla ég að vera tónlistarmaður eða skurðlæknir og gæti þá bara valið algjörlega á milli hvort-tveggja. Þetta mjög oft yfirburða fólk á ýmsum sviðum. Og það nú mjög áhugavert að sjá hvað það eru margir sem hafa farið í læknisfræði og reyndar raungreinar starffræði og eðlisfræði hvað það eru margir tónlistar menntaðir. Þetta tónlistin náttúrulega starffræði að miklu leyti, ekki satt? Einmitt, já. Þegar þú nú ert atvinnumanneskja í músík. Þekkir þetta? Það stundum sagt að einhver hluti heilans skapandi, hins lógískur, þar maður bæði heilakvölin í músíkinni, bæði þetta rökræna eða? Já, ég nú kannski ekki sérfræðingur í þessu, en það mjög áhugavert að sjá. Það hafa gerðar ótal rannsóknir það, hvernig tónlistanám virkjar starfsemi heilans, hvernig hún hefur áhrif á minni, hvernig hún hefur áhrif á og styður við allt annað nám. En það rétt að það hefur líka verið skoðað tengingin milli starffræði og tónlistar og hún mjög sterk. Hún mjög sterk, já. Það ekkert stærri ákvörðun í dag en það var fyrir kannski, ég stundum haldið því fram hérna við Rauðaborðið að þegar ég útskrifaðist 1985 úr menntaskóla, þá fór alveg rosalega hátt hlutfall í mínum árgangi til útlanda í listnám og okkur leið eins og okkur væru allir vegir færir. Mér hefur stundum fundist þegar ég horfi aftur að það sé aðeins svona þessi stærri ákvörðun í dag. Það bara einhver svona, ég orðinn gamall kall sem að fannst allt betra í gamla daga? Auðvitað alltaf stór ákvörðun, það alltaf stór ákvörðun hvað þú ætlar að læra, hvað þú ætlar að starfa við. En ég veit það ekki, kannski ungt fólk orðið praktískara í dag, en ég held þú tapir aldrei á því að fara út í tónlistamenntun eða út í listnám og það verið að leggja mikla áherslu á skapandi greinar og það meiri skilningur á því hverju skapandi greinar eru að skila inn í þjóðfélagið og þannig að þær munu skipta miklu máli í uppbyggingu næstu ára. Þannig að ég held að listmenntun, hún mun alltaf skila sér. Þetta náttúrulega atriði sem að krakkar á menntaskólaaldri þurfa einhverju leyti að hafa í huga. Ég get alveg sett mig í spor afburðanemenda í músík að þeir veltaði fyrir sér af hverju ætti ég að halda áfram þessu núna ef ég ætla ekki að gera meira með þetta í framtíðinni. Hvað með kostnað við sem sagt við tónlistanám í erlendum háskólum, hvernig hefur þróunin verið þarna? Já, minnst líka það áhugavert að ræða kostnaðin heima, en líka auðvitað við tónlistarnám í útlöndum. Þannig að Bretland og Bandaríkin auðvitað með þessi háu skólagjöld sem erfitt fyrir fólk að brúa eða sem sé. En það ennþá ókeypis í tónlistarháskólana í
í Þýskalandi og víða á Norðurlöndum. Kostnaðurinn miklu lægri þar. Það er bara inntökupróf sem ráða því. En það eru inntökupróf, það er oft erfitt að komast inn í skólana. En það er mér gaman að segja frá því að við höfum farið að halda saman gögnum hvert nemendurnir sem að útskrifast úr MIT að fara. Og það er áhugavert að sjá að 75% af útskriftarnemendunum okkar að fara í háskólanám í tónlist. Nú er það? Já, sem er nú ansi svona bara góður árangur, myndi ég segja. Og það er líka gaman að sjá hvert þau að fara og hvað þau að gera og bara 50% af útskriftarnemendunum fer beint í háskólanám til útlanda og þau að komast inn í góða tónlistarháskóla bæði í Bandaríkjunum, í Bretlandi og Þýskalandi, Fraklandi. Þannig að þau að komast inn í þessa bestu skóla, mörg á fullum styrk. Þannig að það er auðvitað bara að segja sína okkur hvað tónlistarmenntunin hverju hún að skila. Já, nú hefur til dæmis Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir, skólastjóri Söngskólans, lýst áhyggjum að efnahagslegri stéttaskiptingu að tónlistarbörn eða bara í svo mörgu að með auknum kostnaði þá hafi ekki allir Íslendingar, við skulum bara sérstaklega ræða börn, þau hafi ekki sömu tækifæri. Það er til skólagjöld hjá þér. Já. Og þau hafa farið hækkandi. Já, ef við förum aðeins lengra aftur í tíman, þá skipti stofnun Menntaskóli tónlist gríðarlega miklu máli í því samhengi. Af því að skólagjöld í tónlistanámi á framhaldsskólastigi voru orðin gríðarlega há. Þarna fyrir 10 árum. Þá voru þau komin upp í 300-400.000 fyrir 10 árum. Og með stofnun Menntaskóli tónlist þá urðu skólagjöldin miklu lægri. 1/3 af því sem þau hafðu verið. Það skipti miklu máli á sínum tíma. En aftur á móti þá hafa þau farið hækkandi. Það er auðvitað bara þessi svona óvissa í rekstri sem hefur verið á síðustu árum, óvissa í rekstri framhaldsskólana. Það hafa bara verið gerðir samningar frá ári til árs, auðvitað miklar kjarasamningshækkanir líka sem þurfti að mæta og var ekki mætt að fullu af ríkinu. Og þannig að skólagjöldin hafa allstaðar farið hækkandi og það er líka áhyggjuefni í tónlistarskólunum og náttúrulega sérstaklega í Reykjavík og víðar að skólagjöld eru líka að hækka þar og auðvitað eigur það stéttaskiptingu. Það er ekki spurning og þess vegna til dæmis ég var að tala skólalúðrasveitirnar í Reykjavík og Kópavogi, það er svona skipta þær svona miklu máli af því þar eru skólagjöldin mjög lág. Og og fólk getur nota frístundastyrkin og annað, þannig að þar erum við að sjá krakka koma inn úr öllum stéttum. Við þurfum að vera vakandi fyrir þessu. Við þurfum að vera vakandi fyrir þessu, það er alveg rétt. Já. En yfir höfuð komast öll börn á höfuðborgarsvæðinu í tónlistarnám sem vilja einstaklingslega? Það er náttúrulega bæði hindrunin með skólagjöldin í almennu tónlistskólunum, auðvitað getur það verið hindrun að það getur ekki allir stundar nám en líka það eru biðlistar að það er ekki pláss fyrir alla og ég myndi vilja sjá að við fjárfestum meira í tónlistarmenntuninni og það væri pláss fyrir fleiri. Já. Ég hef farið á tónleika í menntaskóla í tónlist og hann er svolítið fyndinn aðal tónleikasalurinn ykkar. Hann er ekki mjög vel hljóðinangraður. Nei. Ég hef heyrt krakka hefja tónleika á einhverju svona viðkvæmu brothættu verki og svo bara heyrst í básunum eða fiðlum þarna. Á sama tíma hefur maður líka farið í svona nýlega sali eins og tónlistarskólanum í Garðabæ þar sem að salurinn er fullkomlega hljóðinangraður og manni finnst eiginlega ætti að vera öfugt og því ætti það að vera með besta salinn. Þetta sem ég er að tala að í raun og veru auðvitað þarf að byggja húsnæði eða
sem sérhannað fyrir tónlist og tónlistamenntun fyrir menntaskóla í tónlist. Við erum í húsnæði gamla tónlistskólans í Reykjavík sem var bráðabirgðahúsnæði frá 1962 og barn síns tíma og til dæmis hljóðeinangrun mikið ábótavant og ef við horfum á löndin í kringum okkur, ef við horfum til Svíþjóðar, til Danmörk, til Noregs, þar í öllum þessum löndum eru sérhæfðir tónlistarmenntaskólar með góðum tónleikasal þar sem hefur byggð sérhæfð aðstaða fyrir tónlistina en við erum bara ekki komin svo langt en ég vona sannarlega að það verði. Já, og þú getur boðið upp á fullkomlega hljóðeinangraðan sal. Já, en það alveg rétt eins og til dæmis í Garðabæ í Kópavogi og Hafnarfirði. Sum bæjarfélögin hafa byggt glæsilega yfir sína tónlistskóla en það hefur ekki verið byggður skóli í Reykjavík, ekki ennþá. Nei. En samt heilmikil framför sem við erum að ræða hér þegar allt fer á sama stað. Já, þá eftir að skipta miklu máli. Já. Hvernig gengur þér að ráða kennara? Hérna nægur mannauður? Já, við búum svo vel að við erum með 70 kennara í MIT og 70 kennarar. Já. Þannig að það eru 200 nemendur og 70 kennarar? Já, því að við þurfum alltaf að ráða sérfræðinga til að kenna á hvert hljóðfæri, til þess að kenna hverja grein. Þannig að það eru margir sem eru í hlutastarfi. En þetta í raun og veru allt starfandi tónlistafólk, meira og minna. Og flestir hafa bætt við sig kennaramenntun líka eftir að skólinn var stofnaður. Skólinn auðvitað framhaldsskóli. Og þetta í raun og veru starfandi tónlistafólk sem að vinna því að mennta næstu kynslóð. Og fólk vinnur að því bara samhent að byggja upp skólan og mennta næstu kynslóð tónlistamanna. Og já, það hefur ekki verið vandamál að fá starfsfólk í MIT. Eru þá engir starfsmenn sem eru bara frá móti kvölds eða fullir starfsmenn skólans, eru þeir allir í þessu formi? Það ekki allir í þessu formi, en við bjóðum öllum fastráðningu, það nógu mikil óvissa í starfi tónlistamanna almennt, þannig að við bjóðum öllum, það allir ráðnir sem launþegar hjá skólanum, bara í raun og veru til þess að standa vörð bara réttindi tónlistamanna og réttindi okkar kennara. En jú, það eru nokkrir sem í fullu starfi en það eru mjög margir í þessu. Þetta kannski þeirra eina fasta starf og svo fólk að spila líka. Við erum líka með marga úr sinfóníunni til dæmis og það mjög mikilvægt fyrir okkur að hafa þetta fólk í kennslu. Okkar færasta tónlistafólk. Nú bjó ég aldarfjórðung út á landi eftir ég fullorðnaðist. Hvað með foreldra sem eiga krakka með brennandi tónlistaráhuga út á landi? Ertu með marga nemendur í menntaskóli tónlist sem koma utan á landi? Já, við erum með nokkra. Ég myndi vilja sjá fleiri og auðvitað stórt skref fyrir krakka sem eru búsett út á landi að koma svona ung í framhaldsskóla til Reykjavíkur og ég vildi óska mér að við gætum svona búið þeim betri umgjörð, það væri einhvers konar heimavist eða eitthvað slíkt sem við gætum búið þeim upp á sem að hefur ekki verið en skólinn auðvitað á að sinna tónlistinum af öllu landinu, þannig að ég myndi gjarna vilja sjá fleiri. Já, Er það ekki oft tónlistakennarar með erlendan bakgrunn sem bera upp í tónlistastarfið ekki síst út á landi nú orðið? Jú, það hefur verið áhugavert að sjá hvernig við höfum fengið bara ótrúlega öflugt tónlistafólk, til dæmis marga frá Austur-Evrópu sem að hafa sest að út á landi og orðið bara máttarstólpar í bæjarfélögunum og og verið að kenna í tónlistskólanum. En það líka bara svo áhugavert að skoða marga tónlistskólana út á landi, hvernig þeir eru bara ótrúlega mikilvægar mennta- og menningarstofnanir í bæjarfélögunum og taka bara alveg ótrúlega virkan þátt í allri starfsemi bæjarins, öllum hátíðum og annað. Með öflugum kennurum sem hafa rifið upp starfið í skólanum. Það ekkert fallegra heldur en þorpsstolti þegar krakkarnir stíga á stokk og leika listir sínar í músík. Einmitt. Heyrðu Freyja, takk fyrir að koma og spjalla við okkur þessi mál. Það verður spennandi að fylgjast með framtíð skólans. Metur ekki horfuna nokkuð bjartar þrátt fyrir allt?
Já, ég verð að segja að það eru bara alveg ótrúlega sterkir og efnilegir hópar af ungu tónlistafólki sem að núna eru að vaksa úr grasi og það eru bara alveg ótrúlega forréttindi að fá að fylgja þessu unga hæfileika fólki og ég er sannfærð að framtíðin er björt fyrir íslenskt tónlistarlíf ef að þetta fólk mun bera hana uppi. Einmitt. Kæra þakki fyrir að leggja framtíðinni lið og gangi ykkur vel. Þakka þér fyrir. Og þættinum er þá lokið í kvöld hjá okkur. Ég vil þakka ykkur hlustendum og áhörendum samfylgdina og ekki síst viðmælendum okkar. Þetta svona fremur kalda kyrra janúar kvöld. Verðum hér aftur í loftinu klukkan 8 annað kvöld og minni ykkur á ef þið hafið ekki komið í verk en hafið huglegt það að styrkja samstöðina að þá er hægðarleikur að fara inn á vefslóðina samstöðin.is og finna þar hnapp þar sem ástendur áskrift og fyrir aðeins 2.750 krónur á mánuði getur þú lagt okkur lið og það er lítil fjárhæð fyrir þig vonandi en skiptir öllu fyrir okkur og okkar framtíð. Við erum hér fyrir þig en ég heiti Björn Þorláksson, verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.